Það er hérna fyrir helgi þá fjall bandarísku banki, SVB bankin, og fæstir á Íslandi vissu hver hann var, en áttu sig á því að þetta var stórbanki og tölvöru tíðindi og ekki síður viðbrögðu stjórnvaldi í Bandaríkjunum. En núna er banki að riða til falls sem er stórbanki í Sviss, Credit Suisse, sem að flest hafa einhvern tímann séð og lesið, þannig að þetta er kannski að koma nær okkur og verða ógnvænlegra hrun banka. Ásgeir Brynjar Torfason, leiðsögumaður okkar undra heima bankana, er hingað komin. Þetta er svolítið svakalegt. Já, þetta er GSIF sem það heitir, sem sagt Globally Systemically Important Financial Institution, sem sagt alþjóðlega, kerfislega mikilvægur banki, hann er það stór. Já. Þannig að ég ætla nú ekki að fara að lýsa því yfir hér að hann muni falla, því það var nú tilkynnt sem sagt kaffileiti í dag, þeir var að funda að þeir hefðu óskað eftir aðstóðið yfirlýsingu frá Seðlabankanum svissneska og þeir að biðja Seðlabankanum að segja sig í lagi með sig. Já, það er ekki gott. Nei, ef þú þurfur að gera það er náttúrulega ekki gott og það kom núna bara þegar var á leiðningað að þá hafði komið yfirlýsing, þá voru þeir búin að funda í fjármálaeftirlitinu og svissneska Seðlabankanum og sögðu að hann væri í góðri stöðu með nægt eigið og nægt lausafé, en ef á þyrfti að halda þá myndu þeir fá lausafjáraðstoð frá svissneska Seðlabankanum. Og hvað þýðir þetta? Það voru gefnum svona yfirlýsingar íslensku bankana bara kortið fyrir. Já. Við skulum samt gera greinarmun á Sviss og Íslandi. Þeir eru búin að vera alvöru fjármálamiðstöð í 150 ári að 200 ári. En gengi illa og sérstaklega þessu banka bara ratað í, þú veist, bara hvert hneyksluð að fætur öðru og er eiginlega bara innan alla syndugu bankana, lítur út bara eins og syndugasti bankin. Já, og það er hluti af vandanum hana. Það sem að gerist í dag eiginlega og myndi meina mest á viðburðuna fyrir 15 árum er að svo kallu CDS-in, Credit Default Swap, sem er sem sagt svona gjaldþrota tryggingar áhættu álag, að það rauk úr 300 upp í 1100. Og ég á einhverstaðar heima forsíðun á Dagens Industri, sænska fjármálablaðinu, frá því mars eða april 2008, þar sem þeir birtu svona graf af skuldatryggingarálagi íslensku bankana tryggja, sem fór líka svona úr 100, 200, 300 og svo rauk upp í 1000. Þannig að það 2500 minnum ég að það var mjög hátt að hærra þetta. Og það lifi á engi banki að lifa þetta af þetta? Nei, þetta er merki að banki sé í mjög, mjög alvarlegum vanda. Það sem skilur þarna á milli það sem gerist hér og þarna núna er það að einn af þessum 5 mikilvægustu viðburðum fjármálasögunar og þessar öld sem ég myndist á hérna fyrir vikunni var 2013, það var byrjað 2010 tímabundi en fest í sesti 2013 samkomulag milli C6 sem er svona svipað G7 eða G8 sem var, en það eru sem sagt 6 helstu seðlabankar heims. Þetta er óformleg voru klúbur, en svissneski seðlabankin er einn af 6 mikilvægastu seðlabankum í heimi, þannig að þeir eru í innsta hring og eru með gjaldmiðlaskiptasamninga við Englandsbanka, Evrópska seðlabankan, bandaríska Fedin og svo er þannig Kanada og Japan með, og það þýðir það að þeir hafa óendanlegt afl til þess að dæla inn peningum inn í þennan banka. Já, lánalínu til þess að ef að kunnan er að taka út og jáfnvel kunnanir sem eiga dollarareikninga eða evrur þá verður ekki þurrð hvorki í bankanum í Seðlabankanum verði þannig áhlaup. Þannig að og svona til samanburðar líka sem sagt útflæðið af innstæðum sem að þeir voru farnir að monta sig af núna fyrir í þessum mánuði í Credit Suisse að væri farið að minnka mjög mikið. Það væri ennþá útflæði en það væri búið að minnka mjög mikið útflæði frá þess að það var. Að það var á síðasta árfjórðungi síðasta árs og 3 mánuðum sem sagt 100 milljarðar bandaríkjadala. Silicon Valley bankin sem vorum að tala hérna út úr honum fletti 42 á miðvikudaginn í síðustu viku.
Þannig að það var, 2,5 sinni meira á 3 mánuðum í Credit Suisse, sem þó líka miklu stærri banki. Þannig að, vandinn þarna einhverju leyti svona panik eða órói í framhaldi af hinum, en líka þetta sem þú nefnir, allir þessi skandalar sem eru búin að vera að fara í gegnum og reyna að laga. Það maður bara séð hvernig gengi, hann séu svona bara, segjum undanfarið 6-7 ár, hann náttúrulega bara, ég held hann séu náðu alltaf 3% af því sem hann var, gengið fyrir svona 6 árum. Hlutabréfin féllu 24% í dag, en þau eru búin að falla 85% á síðustu 2 árum. 85%, það er bara 15% eftir af því sem þeim voru. Þannig að svona venjulega svissarar, saga þessar banka er mjög falleg. Hann er stofnaður 180 eitthvað árum síðan. Þegar verið að byrja að gera svissnesku lestarnar. Þetta er Credit Suisse, þetta er búið til sem kreditfélag til þess að, þeir ríku svisslendingar sem sáu fram á hvað samfélagi getur orðið betra ef það er byggt gott lestarfélag, lögðu inn kapital til þess að fjármagna þá uppbyggingu og fengu þá peninga tilbaka. Og það er raun og veru grunnurinn af þessum banka og svo byggist upp samhliða þessi svona fjármála þjónusta Sviss sem svona, er einn af þeirra mikilvægastu og í því er þjónusta við allra auðvasta fólki í heimi sem eru líka einræðisherrar og glæpamenn og mest bara óþjóða líður í heimi er í viðskiptum að það. Ég byrjar að segja þér alltaf hérna svona fleiri og fleiri sögur úr fyrra lífi mínu í Skandinavíu þegar ég var í fasteignabransanum þá saði einn gamall reyndur gaur þar við lendum einu sinni í því að þurfa að taka yfir hérna banka í Luxemburg. Það var meira djöfursvesenni, Maður lendir kannski í því það kemur einhver Rússi og leggur inn 100 milljónir evra daginn fyrir gamlársdag og þetta er ekkert nema bara vesen, Því þú þetta, upplýsa þetta gagnvart yfirvöldum og peningaþvætti og svona. Þannig að þeir voru fljótir að losa sig við þetta þennan vöxtur með þessi sem vilja vera í fasteignabransanum. En á hverju er þessi banki í þessum vandræðum? Það er sagt að hann sé spiltur en ég meina það áviðum eiginlega alla banka. Þú veist það eru Deutsche Bank og Danske Bank og allir eiginlega bankar hafa gengið í gegnum einhverja skandala frá hruni, bara hvern að fættur öðrum. Já. Hvað er svona sérstakt þennan banka? Við þennan? Nei, það er í sjálfu sér kannski að einhverju leiti sögulega arfleið sem er búin að vera að hreinsa af sér og kannski einhver leiti bara aðstæðanum sem lendi núna, en aftur vil ég þá fá að segja þegar það þrengir að í kerfunni eins og ég var að lýsa síðast og þá reynir á hverjir standa stöðugir og hverjir eru með eitthvað shaky og þá hristist þá þaðan og varðandi þennan banka þá var mögulega búið að vera ómikið að greiða út hérna og fá bónusa ómikil sókn eftir hagnaði sem felur þá í sér að þú lendir í að taka að þér viðskipti sem eru ekki eins örugg og góð og ætlamætti. Og sem að fara illa þegar það harnar í dalnum eins og hefur gert þegar vextir hækka. Það getur lent í stórkostlugum vandræðum. Og það sem að vinir minn út í Sviss voru að segja mér núna líka í dag þegar ég spurði fyrir hádegi í dag hvað er að fara að gerast þá voru svisslendingar farnir að búast við að þetta myndi ekki enda öðruvísi en illa. En það sem er þeir borguðu 12 milljónir til stjórnarmanna á síðast ári að því þetta er náttúrulega erfitt að stýra svona banka sem er svona miklu vanda þannig það eru svona atriði sem ganga fram af fólki en síðan er náttúrulega líka svona einhvers konar þjóðarstolt þannig að menn vona að það verði nú hægt að bjarga svissneska hlutanum allavega þeir eru ekki alveg eins heppnir svissararnir eins og við vorum að geta bara sett lög sem segja skýt með útlendingana og björgum innlenda hlutunum. Þeir geta það ekki þegar þeir eru með svona alþjóðlega mikilvægan banka sem er svona tengdur út allan heim. Það myndir náttúrulega eyðileggja Sviss sem fjármálamiðstöð. Orðspor, og það er engin annar nógu stór til að gleypa það. Deutsche Bank og aðri gátu gleypt tapið af okkar afkliftu útlands. Áttu satt í vandröð með það, hann sagt að þeir hafi frestað uppgjörinu á Björgólfur Tór meðal annars af því að þetta var bara stór biti að það hafi íslensku viðskiptin voru það stór að það að þeir þurftu að íta þessu svona sparkissu og undan sér eins og dós
þangað til að það var búið að sjallast einhvern veginn og var hægt að leysa málið. Já, og þetta er sko þetta er einn hluti vandans þarna með orðspor landsins þessa sögu og að það sérst svona stór alþjóðlega tengdur og getur í raun og verið ekki losað út úr og þar með verði, það hefur verið fundirnir frá því kaffileiti þetta þangað til núna í kvöld þegar Seðlabanki segir já við munum veita aðstoð eða áttar að halda það verða einhverju spennandi dagar framundan en sko ef maður reynir að greina inn í söguna af hverju gerist þetta og af hverju þessi banki sem ástu að spyrja þá var lítil frétt í síðustu viku sem að fór ekki hátt en skipti mjög miklu máli bandaríska SSC Securities and Exchange Commission sem er svona fjármála eftirlit hlutabréfamarkaðins í Bandaríkjunum að þau gerðu athugasemd við ársreikning Credit Suisse að þau skildi ekki viss atriði þannig að þetta fresta útgáfa ársreikningi bankans í síðustu viku þannig að þetta gerir nú það verkum að rætur með hérna reikningsskila áhugamannin vera ekki trúa hann á að þetta sé bara svona smitun út af panik út af því sem gerist í Ameríku og ameríski yfirvöldur eru búin að segja líka mjög sterkt í dag að hluta til að verja sig og sitt orðspor náttúrulega þeirra 2-3 litlu miðlungsbankar sem hafi fallið skapa engin vandamál í heiminum en segja núna við erum að fylgjast grannt með hvað er þarna að gerast í Sviss og evrópskir bankar fjallu gífulega mikið það og gamalgrónir, ég meina ekki bara Deutsche Bank heldur Société Générale og sko 5, 8, 9, 10, 11 Það viðbóttu við það sem hefur fallið þau verður að jöfnus eitthvað í gær en þau eru kannski búin að vera að falla vel yfir 10% á síðustu tugum Þannig að þetta er sko ég meina evran fjallum 2% í dag þannig að þetta er út af þessu að talið að hluta til út af óróa á fjármálamarkaðunum í Evrópu sem er að mestu leyti á fjármálamarkaðunum Þannig það eru jarðskjálftar og þú getur mjög miklir og það er heimskulegt að standa í jarðskjálftar sem allt hristist og segja neini þetta er allt í lagi þetta er ekki neitt samstöðin er eitt sá fjölmiðl sem einna best fylgist með þessu skrifa fyrst þetta en það sem ég er að velta fyrir mér sko, hérna, nú er sagt við mann og maður sér það svona þjótt að vitni aðra fjölmiðla þá er það að segja Silicon Valley Bank, það var út af þessu sko. En hinn bankinni, það var út af allt öðru sko. Og Credit Suisse, nei, það er allt út af það var alltaf verið svo einstakt og sérstakt nú má það vera, því eins og þú sagðir áðan að þegar að kemur sko vandræðin að þá kom í ljós veikleikarnir og veikleikin hjá svissneska bankanum og bandaríska bankanum geta verið allt annara tegundar en ástæðan fyrir því að þeir eru að hrynja núna er svo sama getur það ekki verið, þannig að við getum þá bara allir sem er í einhverjum vandræðum þeir geta lent í sko stórkostu vandræðum bara bang, 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 bang eins og dóminó þó svo að sé ekki allir með samskonar sko skuldabréfa kaup og fleira sem að sko Silicon Valley Bank var með, þá getur það verið bara allt annað sem er meinið sko Já, og ég meina sko bankarekstur er öðruvísi en annar rekstur ég meina, það er niðurstaðan úr dóttorsýtgenum minni, hinn einnig setningu að það þarf annars konar reikningsskil fyrir banka að þeir eru ekki eins og hvert annað fyrirtæki og þess vegna er ekkert mikið lausn í því fallin að hafa það skráð á hlutabréfamarkað eins og hvert annað fyrirtæki og þá leysist öll heimsins vandamál þess vegna eru margir þeirra í eigu hins opinbera eða opinbera aðila eða opinbera sjóða stórum hluta til þess að veita ákveðna ballest ég meina stærsti hluta við í Credit Suisse veistu hvað Saudi-Arabia? Já, en sko Saudi-Arabian Saudi National Bank sem er ekki seðlabanki Saudi, tekstu eftir það er smá líkindi þarna við Landsbanki Íslands sem heitir National Bank of Íslands sem að sumir útlendingar halda sér kannski það sama eins og það var Seðlabanki var náttúrulega skuffa í Landsbanki en Saudi Central Bank er seðlabanki en þessi Saudi National Bank sem er skráðbanki í Saudi-Arabia hann tók þátt í hlutabréfaútboði hjá Credit Suisse í haust, október, nóvember þannig að þar var þó búið að gera þetta sem við vorum að tala hérna með Tóta að eigendunir koma inn með meira til að komast út úr vandræðum. Þeir eru búin að segja að þeir ætla ekki komið meira. Nei, það var það sem gerist í dag og þess vegna fór hlutabréfaverðið líka niður og hérna.
og síðan gerist þetta í síðustu viku með að bandarísku yfirvöldin gera athugasemdir við byrju hörðu, hvað er í gangi henni í svona reikningsskilum, við skiljum ekki alveg hvað þeir eru að reyna að sína fram á hér og svo er eitthvað svona stjórnarkostnaður og mikill og síðan er einhverjir skandalar með lán til snekkja fyrir ólíkarka og þú veist, þannig að það er svona mjög margir vandræðapunktar við þennan banka sem að gera það verkum að hann er núna næsta eða stærsta stjarnan sem að logar á bankaheimilinu. Stundum við sagt að svona eina sem að bankar eiga eru traust, eitthvað svona, ég hef aldrei alveg skilið það, en segjum að það sé. Og þegar kemur svona skandalar og hann er að skjálfa, þú veist, af hverju ætti fólk að geyma peningana sína þarna, eða það er bara eðlilegu viðbröð er bara að fara. Já, og sko... Og það getur við leitt í sjálfum sér til hruns. Það er vandinn og það var náttúrulega það sem menn voru að kljást við í Bandaríkjunum. Þar var það annars vegar það að Trump hafi létt á miðlungstóru bönkunum reglunum og það var í raun og veru það sem að Biden og Yellen voru hrædd við núna helgina að þá myndi bara allir fara að flýja úr miðlungstóru bönkunum yfir í stóru bankana þar sem er ekki gott fyrir þau eða kerfið eða neitt og þeir bankar getur farið á hliðina að algjörlega ástæðuleysu. Kjarnin í þessum vanda með þetta traust eða tapatraust að fólk getur alltaf flutt peningin ef að nógu margir gera það þá á bankin ekki pening til að nema að fá aðstoð frá Seðlabanka. Og einhvern veginn verður Seðlabankin að stoppa hann getur ekki bara greitt all út eða einhvern veginn verður hann bara að segja ég tek þetta bara yfir það kom nýr banki hérna Já. Ég seldi allar öll útlánin í annan banka. Það er það sem hefur verið að tala um núna hvernig verði leyst úr Silicon Valley bankanum. Það er ekki ennþá útkláð alveg hvort hann er rekinn af innstæðutryggingasjónum eða hvort hann verði seldur eða leystur upp eða færi þrot. Það er ekki hægt að segja alveg strax sko, og menn verða að muna líka. Það er búin að vera ruglingur í íslensku fjölmiðlunum hér með að sko, þetta var stærsta fallbanka í Bandaríkjunum síðustu helgi frá því 2008 en það var ekki Lehman, það var Washington Mutual að því Lehman sko var öðruvísi dæmi og Silicon Valley bankin var samt 2/3 þá mennir að meti þá í eignum bankana eða? Já og hvort þeir farið þrótir og teknir yfir, leistir upp þú veist að hérna og hvernig björgunin er björgunin í Bandaríkjunum þurfti að hluta til að vera þannig á AEG tryggingafélagi sem tryggði afleiðusamningar það var eitt svona merkilegu punktur í dag varðandi Credit Suisse í viðbót við hvernig skuldatryggingaaflagi fór upp að BNP Paribas franski bankin sem er nú mjög svona hvað maður að segja ég treysti þeim mikið, það voru þeir reyndar sem setti í gang fjármálakrísuna 2007 þegar að subprime hjá þeim broke the bucket sem gerði það verkum að þeir stoppuðu trading í peningamarkasjónum hjá sér í ágúst 2007 sko. Það var í raun og veru byrjunin að því sem endaði síðan í september 2008 en BNP Paribas sagði í dag við kunnana sína við munum ekki taka þátt í afleiðusamningum fyrir ykkur ef að mótaðilin er Credit Suisse og það er svolítið sterkur signal hérna og það minnir mann á þetta með að því það var það sem tók AEG niður og let þurfa ríkið í Bandaríkjunum þurfa að taka AEG yfir að því þeir tryggðu samninga að þarna er BNP að segja sko, meira heldur en bara CDS álagið að fara upp við viljum ekki eiga viðskipti afleiður við viljum ekki vera húsið þar sem þú ætlar að vera að veðja við höfum bara ekki trúa því að þessi banki lifi. Já, það er ansi svona sterkur signalum við erum hræddur að hann kannski lifi ekki og þetta er sama og ég var að lýsa hérna skandinavísku bankanum sögðu og það kom skýrt í ljós í Financial Times í dag. Ég meina, menn dróu úr mótaðirunum sínum, hver marga þeir voru að eiga viðskipti við, fækkuðu, fóru í örugan hérna, hvað heitir það? Við fóru í svona á viðbúnaðastig eins og spítalandir En nú er hljómara bara eins og við sem komin til 2008 Þetta þú að tala að menn sé að veðja á fallbankas og svona, hvað heitir aftur bíómyndin sem að við nú til dæmis nýbúið endur sína á RÚV? Big Short. Já, Big Short.
ef að þeir sem að muna eftir þeim söguþræði að þá voru þarna nokkrir í sögunni að fara í ganga milli bankana til þess að veðja á móti húsnæðismarkaðnum og það var hlegið af þeim fyrir að gera svona heimskulegt veðmál og allir vildu veðja á móti en þá kom allt í einn daginn að það var ekki hægt að gera svona veðmál og þessi dagur komin upp hjá Credit Suisse. Allavega í þessu franska banka. Við þurfum að sjá, það 50 morgun og föstudag svo og svo kemur helgi en helgar. Þeir fengur líflínu allavega lausafjárlínu ef á þetta halda í kvöld og það fínt að horfa á Big Short, það líka fínt að horfa á The Margin Call sem að fjallar 24 klukkustundinar þegar að einn bankin losaði sig við öll vandamálabrifin og það var sá eini banki af 13 stærstu sem var ekki hætt á að falla í september 2008 sem Goldman Sachs tróði upp á viðskiptamenn vinni sína flutti tapsitt yfir á þá seldi það er alveg mögnumynd ef maður vill læra banka að sjá Jeremy Irons og hérna fleiri leikara þar hérna vitna, fara yfir þá svo, ef maður vil rifja upp í bíómyndum þessar sögur, og svo er Wall Street og hérna Wall Street 2, þannig að það komið 4 bíómyndir fram að næstu helgi til að horfa. Það er nú líklega að það haldi áfram einhverjir atburðir út af þessum skjálfta sem það er ekki þannig að allt í einu á morgun bara hækki bankarnir aftur í verði og allt verði gott, það er ekki við erum ekki þar. Nei, og spurningin, stóra spurningin núna ég er að finna hérna kvót frá sem að ég ætlaði að nota á miðvikudaginn næstu viku en það er alveg sætt að skjóta því út núna þegar það verður svo margt búið að gerast þá að kom í gær frá Deutsche Bank. Stóra spurningin núna er svo hvort að þessir atburðir allir á fjármálamörkuðunum þrýsta seðlabankunum í að minnka eða stöðva eða draga úr eða stöðva vaxtahækkanirnar sínar en frekar að því að hérna og þá hérna það er eitt sem að mér stefnilega kláraði því að ég ætla að spyrja það um Íslandi þá kom í gær frá aðal hagfræðingi Deutsche Bank þetta er ekki eitthvað djók hérna að þeir voru með nýja hérna áætlun fyrir næstu fundi Evrópska Seðlabankans og bandaríska Fedsins sem í næstu viku hérna vaxtahækkanir og ég bara innan beinna þýðingar innan beinna gæslappa ég hef algjörlega enga hugmyndum á þessari stundu hvað bandaríski Seðlabankin eða Evrópski Seðlabankin munu gera á fundum þeirri næstu viku og jafnvel lengur en það hvort þau munu hækka, lækka, hafa óbreytt það er eiginlega tógað í sikur áttina það er annars vegar að ertu með verðbólguna sem að vill fá hærri vexti og hins vegar ertu bara með hættu á efnaðarsamdrætti sem að vill lækka þau vexti og bara, ég hef bara enga hugmyndum hvað þeir munu gera þú getur eiginlega bara kastað upp tening það sem er mér dætt í hegu einmitt út af þessu að hérna nú er vaxtaákvörðundagur á Íslandi í næstu viku og það var strax byrjað að tala um það í Bandaríkjunum að kannski kemur bara ekki vaxtahækkun út af þessu sem þú ert að lýsa. Þá fannst mér athyglisvert að hérna, hagdeildir bankana voru svona byrjaðir í dag að spá að það var í 75 punkta hækkun og þannig að ég voru að velta fyrir mér getur að verið það að íslensku bankanir hafi hag af hækkun vaxta. Ef þú værir Arion banki, hvort myndur vilja vaxtahækkun eða ekki? Já, ég held að þeir allir 3 stóru viðskiptabankarnir hér græða vel á vaxtahækkun. Þannig að maður ætti að hafa það í huga þegar maður sér yfirlýsingar frá bönkunum að þetta eru stofnanir sem hafa hag af hækkunum. Ég meina það er svo mikið þeir eru að hvetja til hækkana, eru að íta undir og það er náttúrulega, eins og þú ert að lýsa vandanum sem að þeir sem eru að taka ákvarðanum vext í heiminum eru í, það er sama sem að peningamálanefndin verður í næstu viku. Þetta er bara örfáar manneskjur sem þurfa að taka ákvarðanum sem er eiginlega ómögulegt að taka ákvarðanum vegna þess að það stangast algjörlega á tvær upplýsingar fyrir utan að það eru mismunandi kenningar og það sem er sérstakt hér með að við önnur fjármálakerfi er að það er svo mikið verðtryggt hérna og nú var verið að auka heimildin á verðtryggðum innlánum á móti og það er einhvern veginn svona ódýr neyðarlaust sem er ræðilega þeir sem eru að lenda í vandræðum með nafnvaxta húsnæðislánin sína þeir eru bara að fara tilbaka yfir í verðtryggt
En sko það sem er hræðilegt og ekki lausn á neinu, það er svona sparka vandanum undan sér. Og hann stækkar, sko, það er ekki svo að smakka dósinni, snjóbolti og ég hef lengi verið að reyna að skilja af hverju þessi verðtrygging er svona mikið hér og af hverju hún sé ekki farin og svona, en það er miklu auðveldar að reka banka í verðtryggðum. Ég meina þetta var á þeim tíma þegar við vorum að flytja afdankaða stjórnmálamenn yfir í að vera bankastjóra, sko, ekki bara í Seðlabankanum heldur í viðskiptabönkunum þegar þeir voru í ríkiseigu, þannig og þá er þetta náttúrulega sko þægilegt, þá er eiginlega ekki hægt að klúðra neinu og það er vandinn núna við hennar miklu vaxtahækkanir að þá náttúrulega hækkar sko álagið sem að bankarnir fá hér á sína þjónustu og raun og veru fyrir að reka bara sömu þjónustu áður, sko. Það er ekki eins og að við breyst neitt en þú ert að fá hærri álagningur, sko. Þannig að það er svolítið sérstakt og líka svona ef maður sér samanburðin við Skandinavíu þar sem kannski hluti af stýrivaxtahækkuninni kemur út í húsnæðisvaxtahækkunina. En hér virðist hún koma ansi hratt, ansi mikill stór partur af henni, þannig að þetta þyrfti náttúrulega að kanna aðeins betur og rannsaka, en ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna. Það verður bæði spennandi næstu dagar til þess að sjá hvernig hvað gerist mest út í heimi, en svo verður náttúrulega næsta vika í tengslu við vaxtaákvörðunum hérna heima og í Bandaríkjunum sem getur orðið mjög örlagaríkar ákvarðanir sem eru teknar, sem að geta kyrt okkur niður í algjörða kreppu. Já, sko, áður en Silicon Valley Kirkjudalsbankin fór á hausinn var alveg heilmikil umræða það, hvernig á að ná mjúkri lendingu, það verður engri mjúkri lendingu ná, hún verður harkaleg, en við erum að ná lendingu svo það verði bara samdráttur en ekki kreppa, sko, en núna ef að er umræðan búin að aukast mjög mikið það að nú er bara hér verða sko að stefni of harkalegan árekstur á kreppu ef það verður ekki stöðvaðar vaxtahækkanir núna úr þessu, að því að þú ert búin að sjá núna sprungurnar koma í ljós, sko, þannig að þú þarft ekki að keyra meira inn í En sömuleitt er staðan á Íslandi svolítið ólík, því að við erum ekki að sjá þessi einkenni. Við erum ekki að sjá, sko, ekki samdráttinn. Við erum ekki að sjá, verðbólgan er ekkert að gefa eftir. Nei. Þannig að íslenski Seðlabankinn er á svolítið öðrum stað heldur en þessi sem að sjá fram á sko sprungurnar. Já. En það er ekki alveg hægt að fullyrða það svo sé hér. Nei, og það er alveg rétt, þannig að þetta er ekki auðveldur heimur að greina því það er sko svo margir hreyfanlegi partar í honum en auðvitað er það sko bandaríski Seðlabanki sem stýrir vaxtastiginu í heiminum almennt séð, svo er það spurningin hvar við erum í samhengi við það og svo er það spurningin hversu mikil í raun og veru mikil samdrátturinn í heiminum verður, hvort að það fer að áhrif á hér eitthvað ferðaþjónustu og þess að sem eiga efni og ferðast til Íslands. Ég held að það verði nú alltaf sko nógu margir, nógu velstæði þó að það verði keyrt inn í ansi mikinn samdrátt og jafnvel allt of nálægt kreppu en það er, við erum, ég segi bara aftur eins og síðast, við erum í miðju öldurótinu og við vitum ekki hvað gerist á föstudaginn eða í næstu viku. Ég ætla ekki að rauka það, en þakka fyrir að koma hingað og hjálpa okkur til þess að skilja skjálftana sem ganga henni yfir. Ásgeir Brynjar, kærar þakkir.